þér. Velkomin að sáttinu í dag, við ætlum að lofa Guð í dag, má ég heyra amen. Við ætlum að lofa Guð í dag, má ég heyra amen. Já, það komum í dag. Þegar við straxins, Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þegar hann var að spyrja hver hann þá hann Amazing Grace, hann undranáð, hann okkar faðir, hann það sem við þurfum í lífinu og það það sem við ætlum að gera hér í dag. Við ætlum að fá hann inn í okkar líf og hann ætlar að breyta okkar lífi, halleluja. Erum við tilbúin í að gefa honum allt í dag? Við ætlum allavega að syngja og við ætlum að gefa honum lofgjörð, við ætlum að heiðra hans nafn, við ætlum að teikna hans nafn því að hann verðugur að vera lofaður alltaf. Halleluja. Ég lofaði Drottni fyrir trúfestina, ég lofaði fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilífð. Og ég þakka þér fyrir að þú ert hér í dag og við bjóðum þér velkomin hér í dag, Drottni minn, að mæta okkur til andar, sálar og líkama, halleluja. Þarna melur og kemur týndur í tryggar hendur, konungur dýrða, konungur kona, hver æður þjóðunum, réttur og sannur, skín eins og sólin, sindrandi ljóma, konungur dýrða, konungur konunga. Syngjum saman. Þetta undrana, þetta hinn sanna, hann dó í okkar stað, var okkar syndagróf, þú gafst lífið þitt, að frelsa gætir mig. Jesus minn lofsöng, með þökkum færa þig. Takk Jesus. Mennurinn sinn konungurinn, verður lammið sem fórnaði sér. Verðurinn sinn konungurinn, verður lammið sem fórnaði sér. Verðurinn sinn konungurinn, verður lammið sem fórnaði sér. Verðurinn sinn konungurinn, verður, þetta undranáð, þetta hinn sanna, hann dó í okkar stað, var okkar syndagróf, þú gafst lífið þitt, að frelsa gætir mig. Jesus minn lofsöng, með þökkum færa þig. Við lofum þig, við tegnum þig og við vexum þig, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag. Þú ert konungur okkar, halleluja. The doors and make way, the king is in the room. The king is in the room. Expect for the strongholds to break. We know what you can do. We know what you can do. Gonna see life changed, souls saved, broken hearts make new.
The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you live. Jesus, we bow wholly to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. See all the captives run free. He's tearing down the wall. He's tearing down the wall. This great shaking powers we sing. The name above it all. The name above it all. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow wholly to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. Hallelujah. Fear has to flee. Shame has to leave. Before the King. Before the King. Chain has to break. Dry bones away. Prepare the way. Fear has to flee. Shame has to leave. Before the King. Before the King. Chain has to break. Dry bones away. Prepare the way. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom and life anywhere you reign. Jesus, we bow wholly to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. Prepare the way. Prepare the way, it's in the room. Prepare the way. Prepare the way, it's in the room. Takk Jesus. Halleluja, hann trúr og sannur. Lofið drottið með okkur í dag. Halleluja. Þú ert heilagur drottinn. Við gefum þér allt drottinn Jesus. Mountain generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Always be. Holy forever. Takk Jesus, halleluja Jesus. Helgist þitt nafn. You were the word of the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
Sæl, það er gaman að heyri ykkur í lofgjörðinni. Nú gerum við það sem við gerum alltaf þegar við komum saman. Það er ekki bara að lyfta höndum, heldur líka að við gefum af hjart okkar. Við vorum að syngja Jesús sem sagði okkur, sælla er að gefa en að þiggja. Ég ætla að lesa fyrir ykkur aðeins úr ritningunni í 1. Korinthubréfi 16 og þið eru búin að heyra mig tala oft þetta. Og það er nefnilega vegna þess að það er eins og Pétur postuli, hann segir að endurtaka, það er öryggisnet. Að þú heyrir þetta aftur og aftur. Og hann segir hér, hvern fyrsta dag vikunar skal hver að leggja í sjóð heima hjá sér, það sem efni leyfa. Það er engin pressi í þessu. Þú ert heima hjá þér, þú ert að hugsa, Guð vill gefa eitthvað. Þetta sýnir að gefa er ekki tilviljunarkennt, heldur hluti af reglulegu lífi kirkjunnar og það er fyrirhyggja og trúfastur þáttur í tilbeiðslu. En hver er grundvöllurinn? Það er frelsið í Kristi. Hann segir nefnilega til frelsis frelsaði Kristur oss. Stattu því stöðugur og láttu ekki leggja þér ánauðar ok. Og það má ekki vera ánauðarók í því að gefa. Það á að vera eitthvað sem er að frjálsu hjarta. Það má ekki vera eitthvað plat, eitthvað multimarketing, eitthvað plan. Já, nú átt að gera þetta, þá færið þetta. Þetta þarf að vera milli þín og Guðs. Við erum ekki að gefa þess að kaupa okkur náð, heldur að því að við erum þegar frjáls. Þannig verða samskotin vitnisburður frelsið og gleðina í Kristi. Og Páll hann heldur áfram í Galatabréfinu, hann segir þreytust ekki gott að gjöra. Ef við gefumst ekki upp, og hér er það sem Guð lofar að sáning okkar er ekki gleymd. Það sem við leggjum á mörkum, hvort sem það er mikið eða lítið, verður notað á Guði til að blessa aðra og ávextirnir munu birtast á sínum tíma. Þannig að þegar við gefum núna, þá minnumst þess að við gefum að frelsi, ekki að þvingun, við gefum að gleði, ekki af skyldu, og við gefum með trú á Drottinn að hann muni sjálfur nota þessa gjöf til að byggja upp líkama Krists og útbreiða fagnaðarerindinu. Amen. Faðir, við þökkum þig fyrir að við fáum að taka þátt í því sem er efst á þínu hjarta, að margir fá að koma til trúar, fá að heyra fagnaðarerindið Jesú Krist. Drottinn Guð, ég blessa einn og sérhvern sem að gefur hér í dag. Ég bið þess að þú margkveldar þeim og láti þeim í skaut að uppskeran komi á sínum tíma. Við blessum þessi samskot í nafni Jesú. Amen. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father.
Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Hann konungur konunga, hann drottinn drottna. Halleluja. Hann okkar konungur, Jesús. Ein í myrkri við biðum, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú Guðs son. Til að uppfylla þitt lögmál, mærin meðtók lífsins sorg. Sem frá dýrðarinnar hástól, lagður var í öd á stól. Dýr sé þér, Jesús. Og allur líðurinn sagði hvernig væri að gefa þessu einstaka tónlistafólki gott klapp. Ég segi bara, ef að þú finnur ekki nærveru Guðs hér í dag, þá langar mig til að taka púlsinn á þér. Því að hann hér og hann vill finna þig. Amen. Dýr sé þér, Jesús. Rísum á fætur.
Ég ætla að biðja Gunnar minn um að leið okkur í bæn og ég veit að hann vill örugglega segja 1 eða 2 orð. Nú, bara 1 eða 2. Já, ég var spáð að taka samhengi. Hoppum í ritningarnar. Förum í 1. Korinthbréf 15. Ég minni ykkur systkin á fagnaðarerindi sem ég boðaði ykkur sem þið veittu viðtöku og standið stöðu í. Það mun nú frelsa ykkur ef þið haldið fast við það. Hvert er ég komin? Það mun frelsa ykkur ef þið haldið fast við það sem ég boðaði ykkur. Ella hafið þið til einskis tekið trú. Ég vona ekki allavega, fyrir þína hönd. Og svo förum við hérna. Það sem ég langaði svona aðeins að dvelja. Því að það kenndi ég ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið, að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum. Hann var grafinn að hann reisi upp á 3. degi samkvæmt ritningunum. Sem sagt, þetta fagnaðarerindi sem Páll er að boða kirkjunni í Kórindu, að það mun frelsa okkur ef við höldum fast í það. Ef þú ert á þeim stað að þú ert ég bara svona hitt á þetta í trúnni, bara svona, ég er kristinn af því að ég er bara kristinn. Þú er að standa stöðugur í því og þá mun að frelsa. Þú sér engan ávöxt á trúnniðinni ef þú ert bara eitthvað limbo í trúnniðinni. Og hann er að segja því að ég kendi ykkur fyrst af þess sem ég einnig meðtekið að Kristur dó samkvæmt ritningunum. Það er engar tilvílanir í Biblíunni, sko. Það er ekki þannig að Kristur mætti bara í Nasaret bara upp á þurru, bara eins og enginn hafi vitað að því. Að vissu allir farið sem engan að því að hann myndi koma. Hann kom að allt gamla testamenti í Biblíunni er að vera að benda á komu Jesú. Þess vegna er hann að segja að ég hef meðtekið þetta, að hann kom samkvæmt ritningunum, að hann var dáinn, grafinn, upprisinn, allt samkvæmt ritningunum. Hvað sagði Jesús í Lúkasi 24:44? Meðan ég var enn hjá ykkur, þá opnaði ritningarna, sýndi að allt var uppfyllt í lögmáli Móse, spámónunum og sálmónum. Af því að það er líka vitnaðin í sálmónum. Sálmi 22 er bara krossfestingin Jesú. Jesaja 53, krossfestingin Jesú. Allt þetta kom fram áður en það var uppfyllt. Sem sagt, þetta var búið að koma fram í ritningunum áður en hann uppfyllt að lokum. Þess vegna er hann að segja þeim að það er enga tilvílanir þetta að sem Jesú Kristur gerði. Og það mun frelsa okkur ef við höldum fast í þetta, að við höldum í þetta fagnaðarerindi. Jesús, ég þakkaði fyrir þína náð og miskunn drottin að við fáum að kallast þín börn, drottin minn. Við tókum við fagnaðarerendur ekki til einskis, við tókum við því að við heyrðum fagnaðarerendi og við trúum Fagnaðarerendur Jesús. Við trúum því og treystum að það sem þú gerðir á krossinum er nóg fyrir okkur Jesús. Þú hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins þú hefur frelsað okkur inn í þín dýrða ríkidóm, þín elskaða sonar Jesús. Ég bið drottin minn að við höldum áfram að lifa þér til dýrðar og við megum vexa með því Jesús. Hjálpa okkur að lifa hvern dag þér til dýrðar. Hjálpa okkur að þroskast í trúnni, hjálpa okkur að taka þetta skref frá því að vera börn yfir því að vera fullorðin drottin minn. Ég bið þess Jesús að allir okkar göngu að gefa þér alla dýrðina. Í Jesú nafni, amen. Amen. Og ef þið vissu ekki af því þá er þetta framtíðar predikarinn hér í Smárakirkju, það er nokkuð ljóst. Dýrsi Guði, er ekki Guð góður? Erum við ekki glöð hér í Guði? Halleluja. Ég vil bara lýsa því yfir að ég er bara þakklátt fyrir að eiga ykkur góða fólk. Hér á ég frábæra vini, hér er kirkja Guðs sem er bara á hreyfingu og ég elska það. Við viljum sjá kirkju á hreyfingu og ég færi ykkur góðar kveðjur frá Kallum og Haneli. Þau eru núna, akkurat núna, með öðrum 45.000 manns í Bretlandi að lyfta upp nafni Jesú. Og vitið það er vakning að eiga sér stað allan heim. Það er vakning að eiga sér stað allan heim. Og ég ætla bara að segja ykkur, þessi tónleikar sem þau eru á, sem eru margra daga tónleikar, 45.000 manns að lyfta upp nafni Jesú. Og við erum að tala það er nýbúið að vera í Bretlandi 16.000 manna ganga, þar sem að fólk lyfti skiltum og vildi lýsa sig og kenna sig við Krist.
Og vinir, það komið tími til að við Íslendingar gerum slíkt hið sama. Halleluja. Vitið það, arfurinn sem við eigum í Drottni magnaður. Vitið það að lögin sem að við búum við í vestrænu þjóðfélögum byggist á orði Guðs. Réttlætið sem við búum við í vestrænu samfélögum byggist á orði Guðs. Mannréttindin sem að við eigum í vestrænum samfélögum byggist á orði Guðs. Vinir, við skulum aldrei gleyma þeim arfi sem að við eigum og ekki bara gleyma honum, standa vörðum hann. Við þurfum að standa vörðum hann og við þurfum að segja, ok, vitið það, við ruglum stundum saman að elska fólk og að segja satt. Það elska að geta sagt sannleikann. En hvernig þú segir sannleikann skiptir líka máli. Þannig að vinir, við stöndum frammi fyrir mjög breyttu þjóðfélagi. En við þurfum kirkju sem aldrei fyrr sem að rísir upp og stendur með sannleikanum. Því að sannleikurinn stóð með okkur. Þegar hann fór á krossin og gaf upp líf sitt fyrir mig og þig, þá var hann að hugsa til okkar. Hann gerði það fyrir okkur. Dýrsiðir Jesús og hann heilagur. Hann verðugur og hann háttupafinn. Við höfum verið undanfarna vikur að tala sigra, hvernig við náum að sigra í Jesú Kristi. Og vinir, við fórum í söguna Davíð og Góliat. Og Davíð sérstaklega, hann sá eini í ritningunum sem var kallaður maður eftir Guðs hjarta. Guð nefnilega horfir ekki á útlit, hann horfir á hjartað. Hann ekki að spá í hvort að við sem nýjasta lúkið, hann að spá í hvort að við sem auðmýkt í hjartanu. Og vinir, þeir sem að vilja ganga gönguna með Jesú þurfa að eiga þessa auðmýkt gagnvart vilja Drottins. Við þurfum að leggja niður okkar vilja til þess að taka móti hans vilja. Og við lærum hvernig Davíð, hann var undir sáttmála og hvernig Davíð áttaði sig á þegar Guð gerir sáttmála við okkur, þá stendur Guð við sitt. Og við stundum gleymum því á göngunum með Guði að Guð búinn að gera sáttmála við okkur. Og við getum brugðist, menn bregðast. En ég ætla að segja ykkur fréttir, Guð bregst aldrei. Aldrei nokkuð tíman. Og þegar hann gerir sáttmála, þá stendur hann við sinn hluta. Og hann hér og hann hér til þess að vera með þér í gegnum lífsins ólgusjó. Halleluja, má ég heyra amen. Þannig að við lærum það að hvernig Davíð í rauninni, þegar hann sér Góliat, að þá sér hann Góliat fyrst og fremst sem andlegan óvinn. Og þegar við göngum í gegnum lífið, út af við oft gerum, þið veitir, við erum að hafa áhyggjur af minnstu hlutum. Við erum að hafa áhyggjur á fjármálunum, við erum að hafa áhyggjur á morgundeginum, við erum að hafa áhyggjur á börnunum okkar. Við höfum áhyggjur af svo mörgu þegar Drottinn að segja, treystið mér. Og hann segir við mig, horfi til mín en ekki á kringumstæður ykkar. Þegar við horfum á Drottinn að þá getum við gengið á vatni. Það bara þannig. Þegar við horfum á Drottinn þá allir vegir færir. En það sem að Davíð gerði þegar hann kom í gegn Góliat, þá myndist hann sáttmálans sem að Guð hafði gert. Og hann vissi að hann var undir sáttmálanum. Hann hafði ekki bara sáttmálan, hann var undir sáttmála. Og hann segir við Góliat, þú kemur gegn mér með sverð og lensu, en ég kem á móti þér í nafni Drottins hersveitana. Svo tekur hann upp slönguna og hann kastar slöngunni og hún hittir hann á milli augnanna. Og Góliat fellur niður. Og hvað gerir Davíð? Hann tekur risastóra sverð Góliat og hann heggur af honum hausinn. Ekki fallegt að segja þetta í kristinni kirkju á sunnudegi, en svona var þetta. En vinir, þetta hefur andlega merkingu fyrir okkur í dag. Við getum staðið frammi fyrir okkar Góliat. Það nefnilega sigur í Jesú nafni. Við getum staðið frammi fyrir Góliat, vinir. Og ef við horfum á Góliat með okkar náttúrulegu augum, þá fáum við kvíða. Við fáum vanlíðan í sálin okkar og við hugsum, Drottinn, þetta allt og mikið.
En þegar við áttum okkur á að baráttan sem við eigum í ekki við menn af hold og blóði. Hún við andaveru vonskunar. Alli minn að koma með þetta upp. Halleluja. Því að baráttan sem við eigum í ekki við menn af hold og blóði. Komdu með meira. Heldur við tignirnar og völdin. Við heimsdrottna þessa myrkus við andaveru vonskunar í heimingeimnum. Vinir, þetta líf ekki persónlegt. Það verður komið gegn þér. En hvaða vopn ætlar þú að nota? Ætlar að nota jarðnesk vopn? Ætlar að nota að ég redda þessu? Ég skal bara segja ykkur það að þegar ég tek við stýrið þá fer yfirleitt hlutirnir ekki eins og þeir eiga nákvæmlega að fara. Út af því ég veit ekki alla hluti. En Guð veit það. Og það sem ég geri þegar ég stend frammi fyrir Góliat, þá hef ég augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mín hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fótinn skriðna. Vörður þinn, hann blundar ekki. Hann blundar ekki, hann sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Og vinir, þegar við tökum við Jesú Kristi í hjart okkar, þá kennir réttingin að við erum grædd inn í fyrirheitið. Fyrirheitið var gefið gyðingum. Gyðingum fyrst og svo komum við. Þannig að það sem við gerum að við stígum inn í það fyrirheit sem að Guð hefur gefið þjóðinni sinni. Og við vitum að hann meira en megnugur að gera langt umfram það sem að við skiljum og skynjum. Halleluja. Jesús dásamlegur. Hann magnaður. Og vinir, hann betri en besti vinur. Hann getur hlustað á allt og hann veit hver þú ert. Hann elskar þig. Og þegar við tökum við honum í hjartað, þá býr hann í hjart okkar. Og Biblían kennir að hann á að vaksa, ég á að minnka. Og vinir, þegar ég legg niður mína skoðanir og ég tek upp hans skoðanir á málum, þá fæ ég brautar gengi. Þá sé ég hlutina ganga upp í mínu lífi. Halleluja. En vinir, við búum við miklu betri sáttmála heldur en Davíð gerði á sínum tíma. Hversu margir vita það hér í dag að við búum yfir og búum í miklu betri sáttmála, má ég sjá hönd á lofti. Vinir, sáttmálinn á þeim tíma var með höndum gjörður. Sáttmálinn í dag sáttmáli við hjart okkar. Hann svo dýrmætur og hann svo magnaður. Það sem hann gerir, hann býr í hjart okkar og hann hjálpar okkur að rata mjóa veginn. Og hann hefur líka gefið okkur kraft. Hann hefur gefið okkur kraft til að sigra sérhvern óvinn. Ekki út af því að við erum svo klár, heldur út af því að kraftur hans býr innra með okkur. Upprisu kraftur hans býr innra með mér og hann býr innra með þér. Það þýðir það að við þurfum ekki að liggja flöt í öllum kringumstæðum. Það þýðir það að við getum dottið niður og við getum gert vitleysur. En Guð hér til að taka þig alltaf upp aftur. Og hann hjálpa þér að rata beinar brautir. Má ég heyra amen? Halleluja. Það svo mikilvægt, vinir, að við horfum á kringumstæður sem andlegar. Út af því að við vitum að baráttan sem við eigum í, hún ekki við fólk. Og við erum oft svo holdleg þegar við göngum þessa kristnu göngu. Við þurfum að opna okkar andlegu augu og sjá að þetta ekki persónlegt, þetta andleg barátta. Og þegar við tökum eftir því að þetta andleg barátta, þá notum við andlega lykla. Má ég heyra amen? Halleluja. Við nefnilega berjumst ekki eins og fólk hérna úti. Þegar einhver gerir eitthvað á minn hlut, þá fer ég ekki í símann og tala illum viðkomandi. Það bara virkar ekki, vinir. Það sem ég geri það sem að Biblían kennir mér að gera. Ég fer að biðja fyrir óvinum mínum. Ég segi, Drottinn, viltu leysa viðkomandi? Viltu blessa viðkomandi? Og það sem að gerist í mínu hjarta ég leysist úr læðingi. Hjarta mitt verður ekki biturt þegar ég bið fyrir óvinum mínum. Þú getur ekki beðið fyrir óvinninum og verið með biturt hjarta á sama tíma. Og vinni, það bara ekki hægt.
Og vinir, Guð hefur gefið okkur lykla og mér langar til þess að fara í einn lykil. Förum í Mattheus 16:19. Lesum hérna saman, magnað orð Guðs. Og þetta auðvitað Jesú að tala. Ég mun fá þér lykla himnaríkis, hvað sem þú bindur á jörðu, mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu, mun leyst á himnum. Því líkur hugsiði kraftin. Þetta lykill sem að Guð hefur gefið okkur. Og rétt áður en þessi ritning á sér stað, þá einmitt Jesú að spurja lærisveinana, hvern halda menn að ég sé? Og þeir svara, sumir halda að þú sért Elía, sumir halda þetta. Pétur segir, þú sonur lifanda Guðs. Og þá segir Jesú, það ekki hold og blóð sem hefur opinberað þér þennan sannleika. Þetta opinberun sem að kemur frá Guði. Það það sem hann segir. Og vinir, þessi opinberun mögnuð. Og svo segir hann, ég mun byggja mína kirkju á þessari opinberun og hlið heljar verða henni ekki yfirsterkari. Þetta í eina skiptið sem talað hlið heljar í ritningunum. Og í hvaða samhengi hann sagði gagnvart kirkjunni. Kirkjan hefur vald. Og við gleymum stundum hvaða vald kirkjan hefur. Kirkjan hefur vald til að koma gegn hliðum heljar. Það vald kirkjunar. Það rosalegt vald. Hún hefur vald til að binda og leysa. Og hvað þýðir það að binda og leysa? Tökum dæmi. Þegar við erum til dæmis undir áþján fíkniefna eða erum undir áþján fíknar, þá þráir Guð að leysa þig. Hann vill að þú gangir uppréttur í gegnum lífið. Og stundum leiðust við inn í eitthvað sem að kannski sigrar okkur stutt og stund. Þá hefur kirkjan vald til að leysa viðkomandi. Og vinir, þetta lykilatri. Kirkjan hefur vald til að leysa og binda. Og hvað meina ég með binda? Jú, við vitum það að herra þessa heims djöfullinn. Og vinir, stundum finnum við bara að við erum undir einhvers konar árásum. Þá höfum við leyfi sem kirkja til þess að binda það vald sem að kemur í gegn okkur. Það það sem að Biblían kennir. Þannig að við getum bundið vald. Þið hafi oft heyrt mitt segja, ég tala í gegn kvíða. Ég tala í gegn þunglindi. Ég gera það hér á samkomum út að ég hef vald til þess að binda og leysa. Ég hef vald til þess að binda og leysa. Það það sem að ritningin segir. En ritningin kennir líka að við þurfum að vera kirkja sem að bindur og leysir vald. Og þá spurningin, hvað kirkja? Hvað kirkja? Og margir vilja meina að hlutverk kirkjunnar sé eitthvað allt annað í dag heldur en það var á dögum Jesú. Það alrangt. Kirkjan hópur fólk sem að kemur saman það að markmiði að læra Jesú og lyfta nafn hans. Halleluja. Og nú sem aldrei fyrr þá ætlum við að koma saman og lyfta nafni Jesú og við ætlum að taka ný landsvæði. Og í tveimur köflum síðar þá langar mér að fara í annað vers þar sem að Jesú kemur sérstaklega inn á þá hvað kirkjan Halleluja. Og það í Mattheus 18:18. Og það segir, sannlega segi yður, hvað sem þið bindið á jörðum bundið á himni og hvað sem þið leysið á jörðum leyst á himni. En ég segi yður, ef tveir yðar verða einhuga hér á jörð í bæn sinni, mun faðir minn á himnunum veita þeim allt sem þeir biðja Því að hvar sem tveir eða þrír eru samankomnir í mínu nafni ég mitt á meðal. Og vinir, það eru nokkur atriði í þessum texta sem ég vil koma inn á. Ef við ætlum að sjá kraftaverk hér í dag, þá þurfum við að vera samankomin í einum anda. Þetta snýst Jesú. Þetta snýst ekki minn vilja. Þetta snýst hans vilja. Og vinir, þegar fólk kemur á samkomu og það jafnvel í uppreisn gagnvart vilja Guðs, það ekki gott. Við eigum ekki að vera í uppreisn gagnvart Guði.
Og þið getur spurt hvernig ég uppreist gagnvart Guði. Við getum oft verið í uppreist gagnvart Guði. Það getur verið eitthvað sem hendur okkur. Þess vegna mikilvægt að þegar við komum á samkomu við leggjum allt til hliðar. Við leggjum allt til hliðar. Við leggjum sorgir okkar. Við leggjum grievances, eða hvernig maður segir, pirringin okkar. Við leggjum allt til hliðar. Við leggjum það sem að fólk búin að gera okkur. Við leggjum það til hliðar. Því að við vitum að Guð hefur lofað í orði sínu að hann mun vel fyrir sjá. Hann mun láta hlutina sammerka til góðs. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur að neinu. Hann með okkur. Þannig að það vonda sem að þú gekkst í gegnum, hann getur nýta sér til dýrðar. Þannig að við ætlum ekki að eyða tíma með því að vera brjáluð í skapinu eða reið eða pirruð. Við ætlum ekki að gera það. Við ætlum ekki að gefa óvininum færi á sálin okkar. Og vinni, sálin okkar skiptir máli. Og þegar við komum saman, þá þarf hann að vera mitt á meðal. Og vinni, það er mjög gott þegar maður kemur á samkomu að bara biðja Guð að hreinsa sig. Bara að segja Drottinn, það er ýmislegt sem er búin að sækja á huga minn og hjarta. Ég bið að hreinsa mig. Ég bið Drottinn minn að bara vekja mig upp. Ég bið að gefa mig augun sem að sjá þig. Og þegar við gerum það á samkomum og við lyftum upp nafninu og við erum í einum anda. Ég vil bara minnast á annað sem gerðist þegar menn voru í einum anda. Það var í loftstofunni, í postulasögunni öðrum kafla. Þau voru í einum anda. Og vinir, það geta hluti gerst þegar við erum í einingu. Það er miklu betra, vinir. Það eru allir hér inni með eitthvað sem er ekki alveg í lagi. Nema ég og kannski allir. En svona flestir hér inni eru með eitthvað sem ekki er í lagi og reynda bara allir. Ég líka, alveg fremst í flokki. Vinir, við þurfum öll á fyrirgefningu að halda. Við þurfum öll á kærleika að halda. Við þurfum öll á miskunn að halda. Við þurfum öll á gleði að halda. Og vinir, þegar við komum með auðmýkt saman og við erum ekki með uppreisn í hjart okkar gagnvart Guði og gagnvart Guðs skipulagi. Og ég nefni sérstaklega Guðs skipulagi, God's design. Það er rosalega mikið á meðal okkar bara í heiminum í dag, fólk komandi gegn skipulagi Guðs. Við þurfum að standa gegn því. Ekki gagnvart fólki heldur með þessa andleg vopn. Við þurfum að standa gegn því. Halleluja, við þurfum að lyfta upp nafni Jesú, við þurfum að vera duglega að biðja. Og við þurfum að sjá að Guð er að gera eitthvað. Halleluja. Og hvernig Guð útskýrir þetta, hann segir, ég mun gefa ykkur lykla. Og vinir, þegar ég ætla að fara að opna þessa hurð, þá tek ég ekki bara einhverja lykla. Ég ætla bara að reyna hérna að opna þessa hurð með bara einhverjum lykil. Virkar ekki. Það bara virkar ekki. Þegar Guð gefur okkur lykla, þá gefur okkur líka aðferðafræði. Hann gefur okkur ekki bara lykil, hann segir ekki bara nota hvaða lykil sem er. Notaðu minn lykil. Gerðu hlutina eins og ég hef kosið að láta þig gera það. Og vinir, margir fara svo vitlaust út úr hlutunum og átta sig ekki á valdinu út af þeir skilji ekki orðið. Og vinir, þegar við erum sammála hér í Jesú nafni og við tökum okkur saman í andlitinu og við gerum eitthvað og við förum að biðja og við förum að vera einhuga, þá förum við að sjá kraftaverk eiga sér stað. Við förum að sjá fólk leysast og blessast og við förum að sjá einstaklinga verða það sem að þeir eiga að vera. Það sem að þeir eru hreinlega kallaði til að vera. Halleluja. Má ég heyra amen. Þannig að við notum ekki bara hvaða lykil sem er, við notum hans lykil. Og hann segir, ef að ég er mitt á meðal ykkar, ef að þið eruð í einingu, og leyfið mér útskýrt, eining þýðir ekki að við séum sammála alla hluti. Eining er það að vera sammála aðalatrið. Hver er Jesú Kristur? Hvað hefur hann gert fyrir þig?
Hann fór á krossin, hann dó, hann var í gröfinni, hann tók lykla, athyglisvert, dauða og heljar. Og svo reis hann upp, vinir. Ef við erum sammála það og við gleymum öllu öðru og við förum að taka ný landsvæði, þá fara hlutir að gerast í kirkjunni sem að þið hefur aldrei séð áður. Má ég heyra amen? Erum við til í þetta, vinir? Erum við til í þetta, vinir? Halleluja. Og vinir, hann segir líka að þið biðjið í mínu nafni. Og það annar punktur sem að ég vil benda ykkur á. Þegar tala nafn Guðs, þá verið að vísa í eðli Guðs. Þannig að bænir okkar eru ekki bara Drottinn, viltu gefa mér glæsilegan bíl. Það ekkert að bílum, en það ekki eðli Guðs. Þegar við förum að biðja í eðli Guðs, þegar við förum að biðja fyrir náungunum okkar, þegar við förum að biðja fyrir börnunum okkar, þegar við förum að biðja fyrir landin okkar, þegar við förum að biðja ný landsvæði í Guðsríkinu, það samkvæmt eðli Guðs. Þannig við biðjum samkvæmt eðli Guðs. Og þá fara hlutirnir að gerast. Má ég heyra amen? Halleluja. Guð svo góður. Það kraftur hér í dag. Halleluja. Og vinir, hann talar þar sem að 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni. Og við sjálfsagt vitum ekki, margir vit ekki, að ég var að vinna lengi vel. Ég var deildarstjóri í banka. Og þegar fólk var að skrifa undir samninga eða lánaskjöl og annað slíkt, að þá skrifaði viðkomandi undir lánaskjöl eins og þið vitið, þegar við sennilega öll skrifa undir lánaskjöl. Og það alltaf 2 vottar. Vinni, þetta vottakerfi kemur úr Biblíunni. Vottar voru þeir, þetta var gefið í Biblíunni og það svo margt í vestrænu þjóðfélögum sem við áttum okkur ekki einu sinni á, sem algjörlega byggt á prinsipum í Biblíunni. Þannig að þegar við erum að taka ný landsvæði og annað slíkt, þá vill Guð að við séum ekki eini í því, við þurfum að hafa votta. Þið með mér? Þið með mér? Þannig að þegar við erum að fara að taka ný landsvæði, þá erum við ekki bara við erum með votta með okkur. Og þegar við erum í einingu saman, þar sem að 2, 3 eða fleiri eru samankomnir í hans nafni, þar að mitt á meðal, þá fara hlutirnir að gerast. Og vinir, það lögformlegur gjörningur, svona andlegur lögformlegur gjörningur. Það magnað að vera einhuga í Guði. Og mér langar aðeins til að benda ykkur á, halleluja, takk Jesús, halleluja. Takk Jesús. Mér langar að benda ykkur á eitt. Í 2. Mósebók 17. kafla, þarna kemur svo sterkt hvað Guð að meina varðandi það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni. Við þekkjum þessa frásögn. Jósúa fór út á baráttu völlin, Jósúa gerði eins og Móse hafi falið honum og hélt til orustu við Amalekíta. En Móse, Aron og Húr höfðu farið upp á hæðina. Á meðan Móse hélt hendi sinni uppi, veitti Ísraelsmennu betur. En þegar hann lét hönd sína síga, höfðu Amalekítar betur. Og vinir, hvað gerðu þeir sem að stóðu hjá? Þeir fóru að lyfta upp hendi Móse. Þannig að þegar hendin var uppi, þá var sigur. Þegar hendin fór að síga, að þá veittust þeim, þá í rauninni fóru það að tapa orustunni. Og það sem að Guð vill gera við okkur nákvæmlega þetta. Við höldum áfram að lyfta upp höndum hvors annars. Við förum að sjá vilja Guðs áfram að ganga með líf okkar og við förum að vinna barátturnar. Vinir, við eigum að vinna baráttur. Við eigum að læra að sigra, má ég heyra með. Og mér langar bara rétt í lokin að koma inn á lítið vers sem að líka kristalla svo óbúslega vel hvernig Guð þráir að við búum saman í einingu. Og það stendur hér í Sálmi 133 í versi 1, sjá hversu fagurt og yndislegt það þegar systkini, eða bræður, það kemur þarna, en það náttúrulega líka konur, bara, ekki fegnar. Þegar systkini búa saman, það líkist ágætri olíu á höfði sem drýpur niður í skeggið, skegg Arons.
og fellur niður á klæðafald hans. Það líkist dögg af Hermon fjalli fellur niður á Síonarfjöll, því að þar hefur Drottinn boðið út blessun að eilífu. Og bara nokkur atriði úr þessum fáu versum, þegar bræður og systur, þau búa saman í einingu. Hvað gerist? Það kemur olía. Það kemur olía frá höfðinu og hún dreipir niður skegg Arons. Hún dreipir niður, og hver okkar æðsti prestur? Hann heiti Jesú. Það sem að gerist þegar við komum saman í einingu, að það kemur smurning. Og vinir, smurning brýtur ok. Smurning brýtur hlið heljar. Þegar við erum í einingu, þá gerast hlutirnir. Þegar við erum í einingu, þá kemur smurning. Við finnum smurningu hérna í dag. Og ég ætla bara að segja ykkur, það er út af því að við erum í einingu. Það er það sem að gerist. Þegar við erum í einingu, þá verða hlutirnir ekki svona flóknir. Þegar við erum í einingu, þá sér Jesú að vinna sigrana fyrir okkur. Við stöndum bara gegn djöflunum og þá mun hann flýja. Halleluja. Og vinni, kirkjan hefur stórt hlutverk. Hún hefur stórt hlutverk, gleymum því ekki, rísum á fætur. Halleluja.